Þá erum við komin á síðari blaðsíðuna í könnun númer 1 í setningafræðinni og ætlum núna næst þá að skoða hér verkefni númer 4. Þá vorum við með á glæru sem líka hérna í lausninni hægt að skoða hér á síðustu síðunni og líka í tóma inntækinu af könnuninni líka þessi texti sem þessar setningar til þess að setja í rétta reiti. Við þurfum að kannast vel við verkefni eins og þetta. Ekki síst til þess að láta hjálpa okkur á því að átta okkur á að þetta eiginlega svona sem að tungumáli virkar, gætum við sagt. Að það eru þessir ákveðnu reitir, við gætum ímyndað okkur þá eins og tungumálið, eins og grind sem við erum þá alltaf að setja orðin í ákveðið samhengi með því að fella þau í rétta reiti hverju sinni. Því auðvitað getum við búið til endalaust margar setningar í íslensku. Við gætum sem sagt ímyndað okkur hvaða þannig séð setningar sem auðvitað erum við þarna ekki að skoða mjög flóknar setningagerðir, enda líka ágætt fyrir okkur að flækja ekki málinum of, en við eigum samt auðveldlega að geta séð strax þessi grunnatriði, það að segja að geta fundið frumlagið, gerandan, sem sagt, og það sjáum við mitt hérna þá niður eftir ef við horfum núna á dálkana svona lóðrétt, þá sjáum við mitt þá þarna frumlögin í öllum þessum setningum og getum gjarnan borið þau lítið saman. Sömuleiðis eigum við að geta fundið umsögnina, það þá að segja beygðu sögnina í hverju einni setningu sem felur þó líka í sér leið verknaðinn sem fór fram, hvað var virkilega gert, getum við sagt, hverju lýst að hafi verið gert í hverju einni setningu. Svo hins vegar breytast málin dálítið það í kjölfarið, út í að þá fer það að skipta máli hvers konar sögn við erum með, hvers eðlis umsögnin sjálf hvort að við fáum mögulega andlag og þá fellur það hingað, hvort við fáum sagnfyllingu sem fellur þá hingað, mögulega atvikslið sem við setjum þá hingað eða þá forsetningalið sem fer þá hingað. Það nefnilega, þá líka sjáum við hér svo vel að hvernig við kortleggjum fylliliðina hér, þetta eru þá fylliliðirnir í sagnliðnum sem það sem getur fyllt á eftir umsögninni og það þetta svo afskaplega fjölbreytilegt og fer svo mikið eftir því hvaða umsögn við erum með hverju sinni. Ef við rifjum örlítið upp þessi hugtök betur áður en við förum að skoða lausnina sjálfa, þá hvað nú andlag? Jú, það alltaf nafnliður sem kemur í kjölfarið af því sem við köllum áhrifssögn, það að segja sögn sem búin að breyta fallinu á nafnliðnum sem kemur á eftir. Svo það hlýtur þá að vera, allt sem fer í þennan reit, hlýtur þá að vera nafnliður í einhverju öðru en nefnifalli og svo mögulega þá með sína einkunn meðfylgjandi. Sagnfylling, það getur verið annars vegar nafnliður, en líka getur það verið lýsingaliður, hvoru tveggja alltaf í nefnifalli og kemur þá eftir þeim sem við köllum áhrifslausum sögnum sem geta ekki breytt fallinu og orðinu sem kemur á eftir og þess vegna eru þá orð sem eru þarna í þessum dálki alltaf í nefnifalli. Það hlýtur að vera að þau séu í nefnifalli út af því að það heitir sagnfylling sem kemur með áhrifslausri sögn. Atviksliður mjög einfaldur, eins og við vitum, það einfaldlega að við eigum að finna alltaf atviksorðin, sjálfstæðu atviksorðin í viðkomandi setningu, ef þau eru ekki í því hlutverki að lýsa einhverju öðru nánar, það þá einungis lýsingaliðir sem það geta átt við, ef þau standa sjálfstætt, þá fara þau í þennan reit og geymast þarna sem bara fylliliðir þá með sögninni. Sama líka með forsetningaliðin, hann þekkist alltaf að því að vera alltaf að minnstakosti 2 orð, forsetningin sem fer þá hérna í sérreit og svo síðan nafnliðurinn sem kemur í kjölfarið. Það alltaf þessi grunnsamsetning forsetningaliðarins. En ef við lítum þá örlítið yfir hverju eina setningu, þá sjáum við hér í númer 1 að þá fer einkunnin litli í neðri reitin og aðalorðið þá strákurinn. Umsögnin las, andlagið síðan alla bókina og þá fer líka einkunnin í neðri reitin og þetta sjáum við líka strax að greinilega andlag út í að við skoðum fallið á þessu, ef við segjum þá bókin bókina frá bókinni til bókarinnar, þá heyrum við að þetta í þolfalli, þessi hérna nafnliður og tekum með sér einkunnina hér með, greinilegt andlag í kjölfar sagnarinnar að lesa. Og svo í fyrra dag dæmigerður forsetningaliður, forsetningin í
og svo fáum við þá nafnliðin fyrradag þar á eftir. Tökum eftir núna líka hvernig við getum látið þessa töflu hjálpa okkur við að sjá hver eru aðalorðin í hverju einni setningu. Ef við skoðum núna bara efri línuna, sjáum þið, í reitnum, í hverjum og einum reit, þá fáum við nefnilega út þessa hérna einföldu setningu. Strákurinn las bókina í fyrradag. Þá nefnilega búið að hreinsa út fyrir okkur einkunninnar, þær eru hérna fyrir neðan, búið að fela þær fyrir okkur. Þá sjáum við líka, getum við sagt eins og valdastigan, að þetta eru aðalorðin, en hin orðinu auðvitað, eins og hérna þá alla og litli, það samt sem áður hluti af frumlaginu og hluti af andlaginu, en hins vegar ekki aðalorðið. Svona getum við farið áfram yfir. Hér höfum við í næstu, sonur bakarans var duglegur í náminu. Þá sjáum við hérna dæmi eignafallseinkunn. Þá aðalorðið sonur í frumlaginu, eignafallseinkunn. Aðalorðið sonur, en svo fáum við hérna nafnorð í eignafalli, bakarans til bakarans, greinlega í eignafalli, og þarna sjáum við notum svona mjög oft í íslensku til þess að bæta við auka upplýsingum, og þetta köllum við eignafallseinkunn þegar það nafnliður í eignafalli sem lýsir aðalorðinu nánar. Saman þetta þá frumlagið. Umsögnin var, það þá sögnin að vera, og hún mjög sérstök út af því að hún alltaf áhrifslaus, sem þýðir þá að við getum til dæmis aldrei fengið neitt í hérna reit, við getum aldrei fengið andlag með sögninni að vera. Það gengur bara ekki upp út í að hún hefur engin áhrif á það sem kemur á eftir. Hér hins vegar getum við mjög auðveldlega fengið sagnfyllingu með sögninni að vera, og hér þá dæmi lýsingalið sem sagnfyllingu, því duglegur sem sagt lýsingarorð, þá það dæmigerður lýsingaliður sem sagnfylling. Og aftur fáum við forsetningalið með sömu forsetningunni sem við vorum þegar búin að sjá, og hér það bara annar nafnliður í náminu. Aftur getum við þá séð líka eins og ég nefndi áðan aðalorðin hérna í efri línunni, þá væri það sonur var duglegur, þá sleppum við út auka upplýsingunum eignafallseinkunninni. Í númer 3 þá mjög einfalt frumlag, bara fornafni ég. Umsögnin bakaði sem áhrifsögn, svo þá sjáum við líka að tertan búin að breyta fall og komin í þolfall með sinni einkunn þarna með sér, svo það fer þá í sinn reit þarna. Og svo höfum við dæmi forsetningalið með forsetningunni handa og þá fornafninu þér sem fylliliðnum nafnliðnum sem kemur á eftir. Í númer 4 þá við með mjög einfalt frumlag líka, bara orðið konan. Umsögnin söng, og þarna þurfum við þá að skoða vel hvað við fáum í kjölfarið. Við getum einungis sett nafnliði hér í andlagsreitinu, því bara nafnliðir geta orðið andlög. Svo að hins vegar við hérna með nefnilega atviksliðin mjög fallega. Hann getur aldrei til dæmis orðið andlag, út í að atviksliður tekur sér engin hlutverk, hann alltaf bara atviksliður. Þess vegna setjum við hann bara hingað og þá ekki með neitt meira hér, og hann geti aldrei komið sér í neina aðra reiti, út í að hann einfallega fylliliður með sögninni, segir okkur hvernig hún söng. Í númer 5 höfum við dæmi það sem við köllum aukafallsfrumlag, en við áttum ekkert sérstaklega að merkja það, við setjum það bara hérna í frumlagsreitin, þar sem við erum ekki þá með frumlag í nefnifalli eins og vanalegt Svo það umsögnin langar sem ópersónuleg, og það hangir saman við það að hafa aukafallsfrumlagið. Svo höfum við atviksliðin stundum og forsetningaliðin til útlanda. Hérna líka í mitt sjáum við svona ópersónuleg sögn eins og langar, hún til dæmis getur heldur aldrei tekið með sér andlag, það getur aldrei komið beinn nafnliður á eftir, það hlýtur alltaf að vera annarkvort atviksliður eða forsetningaliður sem kemur með sögnina langa. Svo það væri þá aldrei neitt sem kæmi hvorki hingað í andlagsreitin eða sagnfyllingareitin. Í númer 6 höfum við dæmi aftur eignafallseinkunn með dótturinni, dóttir hjónanna, nafnliður í eignafalli lýsir dótturinni nánar. Svo höfum við þá umsögnina dansaði, og svo sjáum við hér að við höfum bara atvikslið og svo forsetningalið sem hefur í sér einkunn, hérna unga herran lýsir herranum nánar. Hvorki gætum við ekki fengið sagnfyllingu, út í að hér erum við með áhrifsögn, við gætum við fengið andlag ef það hefði verið, en við erum ekki með neitt beinan nafnlið á eftirsögninni, svo það fer ekkert í þá reiti. Númer 7 erum við með einfalt frumlag nemendurnir, og síðan þá líka ágætis umsögn lærðu,
hún gæti líka haft andlag með sér, hún getur verið áhrifsögn ef hún fær þá nafnlið í kjölfarið af sér, en þarna var það ekki heldur í boði. Við erum bara með einfaldan atvikslið heima og hann, eins og ég nefndi áðan, getur aldrei fengið neitt hlutverk, svo hann fer þá bara þarna á sinn stað. Og að síðustu, númer 8, höfum við þá dæmi einkunn hér með aðalorðinu systir mín. Athugum að þetta ekki eignarfallseinkunn, þetta eignarfornafn, þetta ekki eignarfallseinkunn, enda erum við svo sem ekki beðin að greina neitt hér á milli. Svo erum við með sögnina vera aftur. Nú skulum við rifja upp hvað við lærðum hérna ofar í sambandi við sögnina vera, að hún mitt stjórnar ekki neinu falli. Gætum þessna aldrei fengið neitt hér í andlagsreitin. Þá fáum við líka hérna þá dæmum nafnlið sem sagnfyllingu. Við heyrum að þetta greinilega orð í nefnifalli, forsöngvari, forsöngvara og svo framvegis. Þetta greinilega nefnifall, passar alveg við að þetta greinilega sagnfylling í kjölfar sagnarinnar að vera. Svo stundum, atviksliður og við messu enn eitt dæmi forsetningalið. Forsetningin við tekur með sér nafnliðin messu sem fyllilið. Í síðasta verkefninu í könnun númer 1 þá átti maður að fylla inn í viðkomandi reiti eftir því sem við átti og þar gat maður auðvitað nýtt sér sérstaklega töflu númer 1 á minnisblaðinu út í þetta eiginlega eins og afritun af þeirri töflu, en maður þurfti líka að búa til dæmi hér í lokareitnum, dæmi þar sem við sæjum þetta sjást í setningu, sem þar sem við sæjum til dæmis orð af þessum orðflokki verða af þessum lið og gegna mögulega þessu hlutverki. Hér gat ég bara sett inn dæmi, ég gat ekki beinlínis vísa til alls þessa sem að þið gerðuð í könnuninni, en þarna minnskosti dæmi sem sýna fram á þetta. Ef við rennum mjög snögglega yfir þetta, þá til dæmis vitum við að nafnorð eða fornafn verður aðalorðið í nafnlið og það eru einungis nafnliðir sem geta orðið eignarfallseinkunnir og hér sjáum við þá dæmi það, hjónanna þá gott dæmi eignarfallseinkunn að lýsa syninum nánar. Fornafn sem var gefið upp í töflunni verður alltaf nafnliður og það getur til dæmis verið frumlag í einhverri setningu og hér þá dæmi það, þú komst í heimsókn. Andlag sem var gefið upp í töflunni verður að vera búið til úr nafnliðum, það sjálfgefið og þar að leiðir að það þá alltaf nafnorð eða fornafn sem eru aðalorðin þar og þá var eitt svona einfalt dæmi, ég baka köku, þá dæmi hvernig við sjáum þá nafnlið vera andlag í setningu. Lýsingarorð verða alltaf lýsingarliðir og geta til dæmis verið einkunnir, geta tekið það hlutverk og hér var þá dæmi það, gamli maðurinn, þá þetta dæmigerð einkunn hérna, lýsingarorð, orðið lýsingarliður og orðið einkunn þarna í þessari setningu. Hér það beðum að greina hvað getur orðið gervifrumlag og það eru bara nafnliðir og nánatiltekki bara fornöfn og meira segja bara eitt einasta fornafn, bara fornafnið það og þá þurftum við að búa líka til setningu sem það gengur upp í, það að segja setningu þar sem að það merkingarlaust og ef við slepptum því það að spurningu eins og þarna þá rignir úti, þetta að spurningu ef við slepptum þessu það. Einungis atviksorð verða atviksliðir, svo það einfalt að setja það, verður ekki neitt hlutverk hins vegar og hérna þá dæmi það, ég heima. Forsetningar verða forsetningarliðum eða aðalorðið í forsetningarlið og verða heldur engin hlutverk þar og hér dæmi það. Samtengingar verða tengiliðum og gegna heldur engu hlutverki, svo þessi 3 reitir verða auðir og hér þá dæmi það og að lokum geta sett annarkvort nafnorð eða lýsingarorð og það þar að leiðandi nafnliðir eða lýsingarliðir orðið sagnfyllingar og hér gerði ég þá dæmi þar sem við sjáum þá nafnlið vera sagnfyllingu, hann læknir.